Þegar við sýnum ykkur leikdýrin í Hálskeiði. Í Hálskeiði eru samfélag dýra ekki ósvipuð því sem gerist hjá mannfólkinu. Það býr stundum sundurleitur hópur þar sem með mismunandi áhugamál og skapgerð. Sama máli gegnir samfélagsskólum okkar. Samanberðan tillitssemi, vænislega erfið sátt og samveru og hvernig félagshyggja og samhjálp verðum öllum til jafns og gleði. Við ætlum að taka valdakarp úr leikritinu og byrjum á efninu.
Já, mikið er sorglegt að refur skuli ekki geta klifrað í trjám. Já, hvað heldurðu þurfum bíða lengi eftir því mikið minn? Já. Já, það var langur tími. Þá er ég að hugsa að búið til smá vísubæri svona með dýrum. Já. Ég rauna bæði refinn sem hér býr. Æ, Mikki. Ertu nokkuð með þá? Já, ég var alveg reynsið að spjalla við speku. Já, ég er fyrir hús. Mikki, sestu lagst á 4 fætur. Þakka þér kærlega fyrir. Það var ekki til. Mikki, ég held ég kunni bara betur en minn uppáskot. Nú vilti ég bara spyrja hvort þú væri móti skaki í raunidóttum meðan við bíl. Nei. Ha? Þýðu bara ég bara gaman að þér. Hvað ertu að segja? Segja eitthvað ásættir á þig því leið á mér að segja að geta geimt sér að dottið niður. Vilja með þér? Já, hvað? Syngdu bara. Nei, já. Já. Það var ekki því sem þér finnst að vísinu nægt skemmtilega, sko. Nú, því það. Æ, það eru dálítið sorglega. Já. Sérstaklega fyrir refi. Ég er núna kvæði. Verður ekki? Já. Já, hvað? Nú ætlum ég að syngja aðrar vísur sem mamma mín kenndi þegar ég var lítil. Já. Nó, þið bara breytum í stónleika, sveimum það. Já, til betur hvað sem þú söng fyrir það áðan. Já, en alveg ábyggilega.
Hvað? Er það farið? Já. Músarækni líka sofna. Já, erum við síðustu spakar og borða allar kökunar. Á! Eftir þessar hrakfarir ákvað Mikki refur að fara til héraðstöðu spakara og ætla að éta allar kökurnar hans, en margt fyrir öðru sem hann ætlaði. Þegar Mikki refur kemur í bakarinn, lætur bakaradrengurinn hann fá sterka piparkökuna. Héraðstöðu bakari tekst að telja Mikkum trú að ef hann kaupir kökuna þá verður það betra bragðið. Bakararnir, ertu þarna? Já, meistari, ég er hér. Í dag ætlum við að baka piparkökur, menn ég verð í bakaríinu og set brauð. Á ég að baka piparkökur? Já. En það sýnir mér ég að gera því ég aldrei að baka piparkökur. Það er engin vandi að baka piparkökur ef við eigum okkar eigin piparkökussauk. Hvernig er það þessi saukur? Hlustaðu nú. Svona er syngurinn. Já, þá var þetta engin vandi. Og svo leggur þau á plötuna. Svo leggir þau á plötuna. Og svo fylgir kallakerlinga á deginu. Já, kallakerlinga. Og svo bakar það í ofnum. Svo bakar ég það í ofnum. Alveg rétt, byrja nú. Alveg rétt, byrja nú. Hvernig gengur að vinna með piparkökurnar? Jú, meistari, það er einmitt núna fullbakað. Það eru 2 gómsætar piparkökur. Það er ágætt. Við erum að bræða þetta. Hvað er ótrúlega verið gert, drengur? Ég var það sem bakarinn sagði mér að gera. Það hefur alveg ekki gert. Styðum við þetta upp á stað. Ég setti eina teskeið af sykri. Eina teskeið af sykri? Það átti að vera heil kíló af sykri.
Já. Alltaf fram. Svo sem þið kílópipar. Hei, kíló! Það átt að vera ein lítinn tesipipar. Nú. Sko, kannski af hverju ég var alltaf að nefna. Þeir eru orðið sorgvegir. En það væri synd. En það eru orðið óætar. Ef til vill þá kemur ég þess að skoða svona kökur. Engum við skoða svona kökur. Það er ekki ungt. Það er smá. Farðu svo til bakaríinu og sendu brauðið en ég var í bakaríinu og býtu piparkökur eins og það eiga meira. Ég er vel búin til piparkökur. Nákvæmlega þínu piparkökur og með þig! Ó, hvað sé ég? Meistari! Hvað viltu? Ég sá refinn í skóginum. Ég held að það verið líka. Æ, það var vera. Ég syns að það verið bygginir á svipum. Það er líka aldrei. Það borðar álega allt sem við eigum. Meistari, við þetta er í hug. Hvað er það? Við berum alltaf góðu kökurnar og setjum ópipruðu kökurnar á pílaborðið. Og það tekur reyfið þær og við vissum þær. Þú ert ekki mikið svo þú ert að vera? Nei, ég er það ekki. En við erum alltaf að saman henda. Góðan dag, herrlegur. Já, ég ætla að fá allar þessar kökur. Hver margar? Allar! Ef þetta er 30 aurar. Bundi borga ekkert. Ef þú borgar ekki að fara um einu kökur. Láttu mig fá kökurnar þá strax, annars ég ekki því í staðinn. Takk það þá bara, en þetta get ég sagt þér og þetta kann ég að stela. Saman bók kallaði, komdu með bóka. Atjú! Þú sést einhver bragð eftir þetta. Þetta er bara líka piparkökur. Ég hef aldrei smakkað þessu óþverra. Þetta er bara prýðilega gómsóttar piparkökur. Hvað áttu við? Sko, hann afi minn, hann sagði að kexkökur væri góðar bragðið, en stólarkökur væri vondar bragðið. Afi þinn var rugludallur. Hann hafði notað strax fyrir sér. Þetta er bara byrjuð súr og sætukökuna. Ég er ekki viss það. Það getur sagt á það strax. Þetta eru 10 aurar og ég ætla að kaupa hennar köku fyrir það. Þetta er skrítið. Bragðið af sem svepp? Nei, hún var sæt og góð. Já, hann afi minn. Hætta bullum hann afa þér. Frekar kaupi ég kökuna, ég er ekki bara með peninga með núna. Ég ætla að skjótast þeim og ná í peninga. Ég geymi bóka þarna með hann. Þú er hraðabakarinn mikil, það liggur á hann. Já, það gerði við. Það er allt sem takk sér ótöfnum með þínum að þakka. Þarna kemur hann. Hvað sagði þér að kökurnar kostuðu? 30 aurar. Hérna, gjörðu svo vel, en fyrst ætla ég að smakka yfir köku. Ef þú sé enn eins svon, þá skuldu augunum á fæti. Hvernig smakkar það? Kemur ekki við og skal ekki halda þér fram að ég borga ekki fyrir mig. Jæja, drengur minn, þetta fór svo sannarlega betur en áfallist. Jú. Já, það eru sniðugir.
Þetta alveg svo þetta átt að fara. Jú. Músin stendur ekki sama að refurinn og sérstaklega broddgölturinn sem stanslaust að reyna að éta þær. Þá er broddgölturinn sérstaklega mikið að elda mús, en broddgölturinn nær aldrei ömmu þegar hún fýkur í burtu með regli. Leikskólinn ætlar að syngja lag fyrir okkur broddgölturinn og ömmu mús. Bangsarófa er með þvó þvottinn og baðar litla Bangsarófann þar sem hann þvælist ofan í þvottinum. Bangsarófann er alltaf mikið að gera að taka til þvottinn og elda mat. Kíkjum inn með þeim. Í dag er mánudagurinn, það er stórflott. Ég skal hjálpa þér, mamma. Ég skal safna saman treyjuna fyrir þig. Það er ágætt, Agnes. Svo sæki ég vatn og meira og það er allt tilbúið. Það steikir í mig kaffi sem fyrir mig hérna og veit Bangsarófa ekki hvað ég vona á þig. Hvað er bánsakilli? Svona var nú setið þáttur á því. Úff, þetta verður mikið þáttur í dag. Hjálp, hjálp. Hvað er þetta Eiríkur þarna ofan í? Já, það er ég. Þetta þú bánsakilli. Já, þetta áttu þú ekki að gera, mamma. Elsku væri minn, ég vissi ekki að hún væri honi. Já, en ég var það. En fyrst þú komið okkar og getur einstæðið strax, þá þarftu ekki að baða þar og vera pæk.
Góðan daginn, eru þið komin? Já, komnir að vinna Gunni á leiðinni, hún ákvað strax í hópið. Já, þið verðum eftirlega að ræða báksabóta. Já, ég veit, og það var að tala báskóla. Ok, bara inn, hann er inn í stofu. Góðan daginn, báskóla. Hvað þá? Þú sögðu það að góðan daginn. Ég heyri það vel en það er það sem segir það. Það er Margrét Skólós, Birna Hagamús og Lilli Guðamús við stöndum ykkur aftar þig. Já, nú sé ég þau. Okkur langar að spjalla dálítið við þig. Það er gaman að koma litlu spjalla þeim. Margrét hefur dálítið vænt til þig. Ég er að hugsa þetta myndist að skoja þetta. Ég er nú að reyfa til bóra fyrir þetta. Gera þau það? Já, Sveinn og Refur, þetta er mestur. Já, það hefur hann alltaf verið. Ég skil ekki hvers vegna hann getur ekki saman með hérna og sleppir í fæði þess að við hinverðum að gera. Gera hann það ekki? Nei, hann getur bara þann sem hlustir verður á veginn. Ef hann heldur þessu áfram, verður fram eitthvað fyrir nýsinn í skóginum. Það verður sorglægt. Já, það verður mjög sorglega. En ykkur hefur hann ekki bara. Nei, ekki okkur. Og auðvitað átaka jólunni frænkunni. Já, og ég gerði bara En þannig er þetta, lítum múskutum að það tilbaka að þetta brauða og þess að það hættir að vera étin á leiðinni. Við verðum að finna eitthvað ráð við þessu. Já, það finnst mér líka. Við erum ekki um og svona búið til rög. Já, svaklega og góðleg. Og við finnum eftir öllum að óvænt skóginum. Lögum við að heyra þessu lög. Fyrsta grein. Rögg þín í hálfskógin. Fyrsta grein. Öll þín í skóginu að vera vinir. Þetta er ágætt. Önnur grein. Ekkert dýr um borða annað dýr. Alveg rétt. Ekkert dýr má borða annað dýr. Þriðja grein. Sá sem er latur en þetta er kjöfla sem matar. Má ekki taka mat frá öðrum. Það er sjálfsagt. En líka mat. Það má sko. Já. Söldu ekki meira. Nei, þetta er svakalega góð lög. Komdu svolítið nær svo við getum spettað þeim og gera það. Ásum mamma, þú trúir þetta hverja viltu sem það. Jú, varstu það? Já, ég borðaði ekkert þannig að koma heima. Þá lítur að hræða svo hver. Hvað lítur að vera? Það er ekki hvað er að vita. Það kemur sér alltaf vel. Við erum líka góður heimaskukur. Mér þetta er gaman að sjá að músi vill ekki líka í heimskutu. Gerðu svo vel og fá ykkur að borða. Yndislega kökur og hvernig gangur svo samleiðina hjá ykkur? Ég vil Margrét hefum ákveðið að kalla öllstýrin í sjónu til fundar á morgun. Það eru mikil samkoma. Öllstýrin er að mæta að stóra einhvert tré til að samþykkja áræðandi lögum friða milli dýra. Alltaf jafn skemmtilegt að koma til þetta bóð svona. Mikið er farin að ganga svo hratt fram að öll dýrin eru orðin hrædd við hann. Dýrin sækja mynd í skóginum þar sem lesin eru lög sem geta sköldi skóginum. Aðalatriðið er að öll dýrin í skóginum mega vera vinir, ekkert dýr má borða annað dýr. Mikið eru ekki ánægðir. Nú þurfum öll að þegja því fundurinn okkur er að hefjast. Og þetta er ávíðandi fundur. Kæri góðu vinir, skógurinn okkur er ákveðt skógur. Þið getum okkur öllum við veg, bæði stórum og smáum, en bara ef við öll vinir og borðum í hvort annað. Það er satt báksapabbi, ég getur okkur endilega vel. En því miður er ekki allt eins og það á að vera. Vesturlitlir vísnar getur allir farið út úr húsi á þess að það veri hættu og vera getnar upp til agna. Það er ekki satt. Hvernig er það mikið? Heyrðu mikið yfir, ég hef nú ljótt þig. Ég hef stöðu læðist og fyrir Martin í skóahús og reynd að éta hann. Nei, það er alveg öfugt, sko. Martin þó! Hvernig þá? Sko, það er Martin skóahús sem lætist eftir mér og ég ætla reyndi í mig. Martin
Og gæri patti brottbuxur í þetta af ömmu mína. Ég reyndi það ekki, auk þess hvað nærlega, Guð. Já, nú segir það gert og borða það sem borðað er. Og hér eftir allir í skólanum að vera vinir og ekki borða hvert annað. Hvað eigum við þá að borða? Þú getur borða gras og grænmeti eins og við hin. Ekki um stór og sterkur af því. Já, ég hef ekki reyfið. Ég er nú miklu stærra og sterkari en þú. En samt borðið það mest ber, hnetur og grænmeti. Að vísu er ákveðt að smakka kjötið stöku sinnum, en við þá til án þess. Maður verður ekki eins stór og sterkur en einhvers grænmeti. Grænmeti er góð og hollur matur. Ef ég mætti syngja svolítið lag fyrir ykkur, þá myndi ég syngja grænmetisvísuna sem frændi minn kenndi mér þegar ég var lítil. Og sem frændi minn borðaði bara ber og grænmeti og var stór og sterkur og næstum 100 ára. Okkur langar til að heyra þennan söng þegar við viljum gjarnan vera 100 ára. Þú verður þá að syngja með Bás og pabbi. Það skal ég gera.
Komið sæl, hér Eikon Aftur voru 2 dagar sem ég ætti breytin okkar. Ég get sagt að það er auðvitað sem hátt að lifa skólanum. Já, seg, örglabor frá krækibænum ekki eru allir hennar. Hann að öllum ætti að vera góður refur, en það tekir miklu svo getur sálfhyrkun og líður. Góðan daginn, litlu mús. Góðan daginn, virkilega. Hvernig líður þér í dag? Illa, ég er svangur og yft. Og ég hef ekki mikið neitt að borða og ég veit ekki hvernig ég útveðan mat. Hvað er heimsókn? Það er alltaf svo gaman. Ég kann ekkert fyrir heimsókn. Þú bara tekur nú íkvæmum fyrst til dæmis og svo opnum fyrir það sögum. Góðan daginn, það er bara ég, allir leiðir fram með dætti að líta inn og ákvæmum leiðissendu. Gaman og skilti komið sér íkvæmpappan. Komdu inn og fara í sæti og svo skulum spjalla saman. Svo komið íkvæmpappan og segir maður ekki bjóða neitt hressingursögum. Jú, þakkaði fyrir, segir þú. Svo það að fulla skálinn upp og það er afskaplega skemmtileg dag. Mér finnst sniður ekkert góðar. Þá getur ég bara eldsum eftir. Hann var búið að ljóta sálflega, genið þessu aftur og verður bless. Hnetur og gulrætur og salatblöð. Það getur varla talist matur. Finnst þér ykkur gulrætur ekki vondar? Ha, finnst ykkur þær góðar? Þá er það ekki refir. Nú finn ég angandi kjötlykt. Finnið þið ilminn? Nam. Ég finnst að koma frá skemminu við bæinn þarna. Þetta er eitt svínstæri. Ég finn það. Yndislegt svínstæri. Ég er að hugsa að reiðast þangað og ná mér í eitt svínstæri. Það stendur ekkert það í lögunum að það sé bannað. Ég geri það. Ég náði því. Hjónin uppgötaði eitt læri er horfið. Þau fara að leita lærni en sögðu bánslykklu og taka það. Nú fara allir að leita bánslykklu. Fyrst halda þeir að refurinn hafi tekið hann, en hann neitar og býðst til að hjálpa. Og hérna sagði bánslykli. Einmitt. Ertu nokkurs vísar með þig? Hér er mannaþulu. Ég er lykt á 2, manni og konu. Þau hafa tekið bánslykla.
Þau hafa tekið hann með sér. Og hvað er þetta fólk núna? Ég er að reyna að komast að því. Þau hafa gengið þessa við og heim á bænum. Báturinn hefur verið ráðinn. Æ, hvað er það að gera? Ég ætla að reyna að hýta það yfir kirkjuna með hann. Yfir kirkjuna með hann. Á meðan reyna fyrir og bara eftir við veitum hvað ég byrði það. Mikið hefur eitthvað hugrandi snjall og góður. Og hefur þessi mikla stakkarskiptir. Bara að finna nú. Hérna er þetta. Þetta var stóri grunn varðhundurinn á bænum. Æ, bara ná ekki mikla. Það var þetta sannlega sátt því nú er hann orðið svo góður. En þarna kemur hann. Ég held að loka mannslutinni sjálf, mannslutinni að lyfta hann það. En ég kemst ekki til hans við utan þetta stóra grunn varðhundur. Hann var næstu um náður. Það var gott að það er ekki við kikk. Þetta getur orðið erfitt. Já, það getur verið mjög erfitt. Þessi hundur er lífshættulegur. En við verðum að bjarga mannslutinni. Mér þetta lögur, lofa okkur að heyra Martin Stormos. Ég stingur með því að við liðið Gleðmós, lægum þeim á bænum og þar til hundurinn og hann er ætlugur en það er ekki víst að sjá okkur því ég er liðið Gleðmós eins og viti. Það sem við getum verið þar er að það kemur strömmum á þessum heita það var. Þetta er ágætt ráð. Svo komum við inn í skemmuna því við þurfum ekki stórt gas og leitum að bánsa þetta þar. Já, það er ekki þér. En hundurinn sér ykkur og étur ykkur báða. Við getum ekki undir núna, nú verðum við bara að finna bánsölda, kontumannum. Þið eru skummalega hugrækir. Ég hef ekki fundið bánsölda, þó hef ég. Uss. Ég ætlaði bara að segja, ég hef ekki. Ykkurnáttúrulega, þú ert að þegja. Í 2 daga, erum við búin að finna hann? Þarna, hann kom að rættu. Húrra! Funduð hann? Já, við fundum hann. Við lettum fram í hundinni, án þess að segja okkur. Skemmdurinn voru lokaðan, en þá tróð okkur undir skemmaði gólfið. Strax hittum við upp húsumhús. Hvað er að gera hér á húsumhúsið? Við erum að leita bangsa, en það er auðvitað minni en verðið bangsa, þannig að bara bangsa og drengur, segi ég. Og þá veit ég hvað hann er, sagði húsumhúsið, og sýndi okkur pínlítið í garð í gólfinu og við gegnum það komst í skemmuna. Það er svo bánsilítið. Ó, við erum litli bánsinni. Hann var mjög sorglegur bragði, en þá sagði Matti, þú skalt ekki vera hræddur, bánsnilli, því við skulum bjarga, hvítu bara róðir. Og þá sagði húsmúsna að hann hafði heyrt að maður sem verndi bánsa, ætla að selja hann í fjörðuhús. Svo það skilja að verðum að bjarga hann strax. Já, það verðum við að gera. En það er ekki hægur veitur, því bánskætti er svo stór, hann kemst ekki út um skemmi dilka og það eru lokað í kvöld. Og það er ekki stóri grimmi varðhundurinn, hann Hannibals, og það er hægur samt að komast fram í honum til bánsan. Heyrðu, ég held að við veitum hvernig maður komast að þessu. Ó, mikið að við bjarga hann skattur og festir yfir okkur. Aðatrið er að hundurinn burt, það skal ég gera. Lillur hljómast, getur þú lyft kengum á hurðinni? Það get ég vel, bara hundurinn er farinn. Já, það er vandurleystur. Þetta getur við vel. Eru þið tilbúinir? Allt tilbúið. Já, þá leikum við stáfla sem að... Hundurinn, ég This
Nú bánsleikur bundinn. Svo hrópar náinn á skemmunni. Nú finnst mér mikið að fara innbra. Hann heyrði það ekki. Heyrði ég nú bara þessi hundur hafi lélega heim. Hvað finnst ykkur, vil ég ekki innbra líka svo ég get bjarga bánsleika? Nú segi ég 1, 2 og 3 og það innbri þau. 1, 2 og 3. Þetta gekk eins og í sögu. Komdu Marteinn, nú skulum við láta til skaða spila. Nei, bíddu, Lilli kemur, snart kemur einhver. Ekki skampa sem þið hafa komið bæði, fyrir okkur. Sástu hvernig hann rauk af stað? Ég veit það ekki innan úr brekkunni. Þá hefur það verið rifinn, Hannibal kom í sporið. Já, áreiðanlega. Komdu góð og tökum byssu og hleypum aftur. Takk fyrir líka. Það kemur þessi einmitt mjög vel. Það getur við bjarga bánsleika. Komdu Marteinn. Hér er Lilli. Bánsleiki, flýttu þér nú. Nú, þetta þig. Nei, ekki þessa leið, verðum frá hina áttina. Og nú koma afmæli bánsleikabarna sem öll liðin svörin taka þátt að hafa gaman saman. Lilli bánsadrengurinn minn. Ó, bánsmamma, ég svo fegin að vera frjáls. Já, tókstu þetta ekki vel? Jú, þið stóðu ekki eins og hetjur. Nú hörgur Marteinn og þú líka hörgur Lilli og þú sjást bara bestu vinir mínir. Og allra vel að lokum. Svona það. Þegar við sterkum það saman hefðu ekki refurinn öllan og þú og ég og allir verið vinir, þá hefðu við ekki getað bjarga bánsleikinni til þennan hátt. Það hárrétt, Marteinn. Og núna Mikki. Þú ætlar að þakka þér. Hvað er Mikki? Já, hvað er Mikki? Mikki er ekki enn kominn aftur. Hann er ennþá á flótta með hundunum. Óvesins Mikki, ef hundun hefur nú. Húrra, þarna koma þeir. Hér er aldrei krakki, hundaóhræðir og þeir vandi þvöndi. Ljósið tók sig undan með gamla greinarna. Ég skust sína öðru minn og skust út hinu minn og þá sá hann ekki að gert þetta við þá. Já, Mikki, þú veist, já, það ertu. Og núna skulum við hafa veislu í skóginum og allt búið sem verður líkur og svo góði vinir. Já, og þá finnst mér að við ættum að halda upp á 40 ára afmæli Bánsapoppa því hann hafði mitt afmæli þessar myndir. Já, það er sannlega gaman. En er bánsapappi, eigum við ekki líka að bjóða litlu húsmúsin í veisluna? Já, það var að gera því það er ágætis mús. Húsmúsin á að koma. Og heyru, eigum þá ekki að syngja vísuna Bánsapoppa, það er eins og við erum við. Já, við skulum syngja Bánsapoppa. Yey! Og þá verður þið að syngja með. 1, 2, 3!
Thank you.